Já, góður hlustendur, velkomin að Rauðaborðinu. Það er þriðjudagur í kvöld, það er fallegt veður úti í Reykjavík, svalt, bjart og kyrrt, eins og gömul freskauglýsing. Það er bara að maður getur drukkið loftið og það er svalandi. En það er kreppa, við erum í meiri kreppu og við erum í kórónufaraldri, við erum í það er farsótt, eitthvað sem fá okkar byggust við að myndum lifa og það er allt á tjá og tundri í samfélaginu og til þess að svona hjálpa mér og ykkur til þess að átta okkur á því svona hvað stjórnmálin muni snúast í þennan vetur sem er kreppuvetur en líka kosningavetur og kannski bara hvað stjórnmálin muni snúast, hvað átakalínuna liggja fram að kosningum hef ég fengið hingað 4 góða þingmenn. Það er Guðmundur Ingi Kristinsson sem er frá Flokki fólksins. Það er Helga Vala Helgadóttir sem er samfylkingakona og það er Þórhildur Sunna Evarsdóttir sem er Pírati og Rósa Björk Brynjólfsdóttir sem er eiginlega ekki neitt í dag. Hún var í VG fyrir stuttu síðan og er utan flokka á þingi og utan flokka í lífinu held ég ennþá. Við spurðum hana því en mér langar að byrja á þér Guðmundur. Hver verða svona stóru málin í vetur? Hvað verða átökin í þinginu, hvað eru átökin í stjórnmálunum sem eiga náttúrulega kristalla átökin í samfélaginu. Hver eru stóru málin? Já, þegar stórt er spurt þá er það kannski minna en svör. Ég verð bara að segja svo að miðað við það málaskrá ríkisstjórnarinnar, þeir sem nú lagt fram svona til að byrja með 164 mál sem hún vill ná inn, að þá er það eiginlega ómögulegt að segja hvað verður ofan og hvað kemst í gegn, en ég held að stærstu máli verða, það er auðvitað fjármálin út af COVID og síðan er það í heilbrigðismál og almannatryggingamálin og því miður eins og hefur komið fram þá tel ég eitt mesta vandamáli hjá þessar ríkisstjórn er það að það eru þeir sem þeir skilja eftir í sambandi við COVID. Bæði sambandi fjármálin og líka það sérstaklega þeir sem verst settir í þjóðfélaginu og því miður er það stór hópur sem bara á að láta bara fara út á guð og gaddinn og þeir verða bara að herða ennþá meira svolítið. Þannig að þú sérð ekki þessi merki í málaskránni sem þú átt að vitna til, ekki merki þess að eigi að gera átök í heilbrigðismálum eða í almannatryggingamálum? Nei, alls ekki að neinu viti og það því miður og það er ekkert komið inn til dæmis fram að áramótum það sem á að hjálpa til dæmis eldri borgurum sem eru verstaddir eða öryrkjum eða atvinnulausum aðrir. Það er ekkert þar inni fyrir þessa hópa. Þannig að þegar þú nefnir þessa málaskrá og þú ert inn á þingi og þú ert mjög samviskusamur þingmaður, það hefur komið fram, mikil þáttaka alls staðar og oft upp í ræðupúlti og talar mikið og tekur þátt í mörgu. Segðu mér að ef þú rennir yfir þessa málaskrá, finnst þér hún endurspegla svona það sem er mikilvægt í samfélaginu eða er þetta svona sérstök mynd, svona sérstakur veruleiki sem þessi málaskrá sýnir sem að kannski veruleiki fyrir utan er einhvern veginn öðruvísi, allt öðruvísi? Já, ég held að þetta sé bara kosningamálaskrá og hún endurspeglar ekki ástandið í þjóðfélaginu og þá væri hún mun færri mál og mál sem skiptir meira máli væri þá í forgang og ég eins og ég segi það er eitthvað sagt að mig þakka fyrir 40% af þessum málum komist alla leið og ég hugsa að það verði mig að segja það verði það að má þakka fyrir að þeir náðu því en hvaða mál fara, ég veit það ekki, en þetta verður skrítið vetur vegna þess að auðvitað við svo vitum, það er kosningar framundan og þá breytist allt og ég hef nú ekki verið hann inni í þessu ástandi þannig að ég veit ekki hvernig er á þingi þegar svona stutt eftir kosningar og þannig að þetta, ég á eftir að upplifa það. Ok. Rósa Björk, hvað snúast stjórnmál í Íslandi í dag og þennan vetur? Þau eiga náttúrulega að snúast viðbrögð við COVID-faraldrinum, bæði þessi samfélagslegu viðbrögð og svo líka efnahagslegu viðbrögðin. Og við erum að horfa fram á verstu fjárlög sem við höfum þurft að glíma við núna frá efnahagshruninu, en við erum að horfa líka fram á efnahagskreppu sem að snertir allt aðra hópa miklu verr heldur en í hruninu 2008.
Rannsóknir sýna það að það eru tekjulægri hópar, það eru konur og það eru fólk af erlendum uppruna, það er ungt fólk sem að þessi kreppa mun bitna harðast á, þá er ég að tala á atvinnumarkaði. Þannig að það skiptir gríðarlega miklu máli að aðgerðir yfirvalda þegar kemur að efnahagsviðbrögðum vegna COVID, að þau munu taka mið af þessum hópum og þeirra þörfum. Síðan finnst mér líka að En má ég skjóta inn, finnst þér það að hafa tekist? Finnst þér efnahagsaðgerðir ríkisstjórnarinnar beinast þessum hópum? Nei, mér finnst það ekki beinast sérstaklega að þessum hópum og við erum ekki að sjá hér sérstaklega atvinnustefnu til að mynda fyrir ungt fólk. Við höfum verið að sjá hér efnahagsviðbrögð sem að hafa mörg eigað í miður. Sum hver eins og hlutabótaleiðin, þær hafa gengið ágætlega en þær leiðir hafa líka miðað kannski mjög mikið við þessi stóru fyrirtæki í ferðaþjónustunni. En þegar kemur að skattafslætti á hátekjufólk og svo framvegis að þá þykir mér það vera ansi undarlega efnahagsviðbrögð. Það eru viðbrögð sem eru þvert á svona allar hagfræðikenningar í kreppu. Þannig að þær ganga oft út á það að auka kaupmátt þeirra sem hafa minna milli handana og millitekjufólksins. Og ég held að það væri miklu eðlilegra að gera það, sérstaklega í ljósis hvaða hópar að vera verst út núna í þessari kreppu. Síðan það hin félagslegu viðbrögð og samfélagslegu viðbrögð líka, og eins og Guðmundur Ingi nefnir þá náttúrulega sjálfsögðu þurfum við að verja hér viðkvæmustu kerfin okkar. Það eru velferðarkerfin, heilbrigðiskerfin, menntakerfið og svo líka ekki bara verja störf, heldur skapa störf. Og þar kemur hinn græna nálgun til, eins og við erum að sjá ríkisstjórnir í Evrópu grípa til, sem svona þessi grænu viðbrögð út úr kreppinu, út úr kófinu og ég myndi sjá það vera miklu skýrara hér nákvæmlega hvað átt við með grænni nýsköpun eða grænni fjárfestingum. Við þurfum að fara að sjá einhverju svona skýrari línur í aðgerðunum en ekki bara kannski einhver loforð sem að maður á erfitt með að rýna í nákvæmlega hvað þýða. Það líka þannig að það ekki alveg ljóst hver á að skapa störfin. Margir leggja til þess að ríkið fari út í einhver aðgerðir til þess að fylla upp í að vera með svona atvinnu framboðstryggingu og annað slíkt sem er í umræðinu núna. En Sjálfstæðisflokkurinn hann lítur svo á að ný störf verða til í einkageiranum vegna þess að einkageirinn sem hafa orðið fyrir áfalli og þess vegna sé óhugsandi að fara út í eitthvað svona opinberar eða félagslegar aðgerðir. Það er bara rosalega, ef ég má grípa fram því, það er bara rosalega gamaldags hugmyndafræði sem sko hægri menn í Evrópu eru löngu búin að afskrifa og öll málgögn hægri manna í Evrópu eins og bara Financial Times eða Economist og svo framvegis löngu búin að afskrifa og allir eru búin að viðurkenna það. Til þess að ná einhverju viðspyrnu og þá þarf ríkið að stuðla þeirri viðspyrnu og koma að þeirri viðspyrnu. Þetta virðist Sjálfstæðisflokkurinn ekki hafa heyrt og er ekki með mjög skýra stefnu þegar kemur að atvinnumálunum eða efnahagsmálunum, nema þá að byggja þá skattaafslátt á þá sem eru með mestu tekjurnar. En það er óábyrgt að láta einkaaðilana eingöngu þessi viðbrögð við heimsfaraldri sem er ástand sem við höfum ekki þurft að glíma við í 102 ár og það er óábyrgt ef ríkið á ekki að koma þar inn með mjög skýrum og afdráttarlausum hætti. Það er hreinlega gamaldags hugmyndafræði. Sunna, hvað snýst svona stjórnmálin í dag? Hvað verða svona átökin í vetur? Það er náttúrulega, við sem hefur fylgst með þingi lengi, vitum það getur alveg leitt til þess að deilundur á þingi snúist mannanöfn eða eitthvað sem með allri virðingu bara skiptir sáralitlu máli. Það er ekki alltaf sem að þingið hittir á alvörumálin. Sko dagskrárvaldið á þingi og hvernig dagskráin raðast á þingi er rosalega lítið undir okkar stjórn, nema þegar kemur kannski dagskrárliðum eins og sérstökum umræðum óundirbúnum fyrirspurnum og þeir slíku. Svo getur við lagt fram þingmannamál sem komast á dagskrá kannski af og til, en það er forseti Alþingis og ríkisstjórnin sem að stjórnar því í raun hvaða mál komast á dagskrá hverju sinni. Þannig að þar liggur dagskrárvaldið í hvað er verið að ræða hverju sinni og það liggur í því hvaða mál er tilbúin til þess að vera lögð fram og til þess að vera rædd.
Þannig að það getur oft skotið skokku við hvað verið að ræða á Alþingi miðað við hvað í gangi í samfélaginu. Það getur verið alls konar ástæður fyrir því, en oft það einmitt bara að dagskrárvaldið ekki alveg að meðtaka hvað brennur á þjóðina, hvað verður mikilvægt að Alþingi sé að ræða eins og þetta bara núna. Sóttvarnaaðgerðir. Það loksins núna sem að þingið einhvern veginn farið að taka við sér og farið að tala verið að beita meðalhófi, þetta rétta nálgunin, gætum við gengið skemur, bara umræða sem að þarf að eiga sér stað. Þótt að allar aðgerðir hafi rétt á sér og svo framvegis, þá þarf þingið samt að ræða þetta í þaula, því að ég meina, það hlýtur að skipta máli hvað þinginu finnst þessa gríðarlegu takmarka sem verið að setja á mannréttindi fólks. En formið á Alþingi á dagskránni, hvernig hún framsett, allt og lítið rými gefið fyrir svona almenna stjórnmálaumræður. Það sem bara verið að ræða málefni dagsins, þannig að þetta hlutverk Alþingi sem málstofu, eins og það skilgreint meira að segja í stjórnarskránni, sé virt. Og það því miður bara ekki þannig og það getur oft leitt af sér, en með svolítið svona það sem að fólki utanfrá finnst vera kjánalegt, eins og að við séum að ræða mannanöfn svo framvegis. Ég meina, mér finnst samt alveg mikilvægt að tala mannanöfn. Það kannski ekki mikilvægt að tala efnahagslegar aðgerðir út af COVID, en mér finnst þetta alveg ákveðið mannréttindamál og bara gott að þetta sé á leiðinni í gegn. Áður en ég fara að tala hvað mér finnst vera aðalmálin, þá myndi ég bara vilja segja að ég held það sem ég að sjá hjá stjórnarflokkunum að þeir eru aðskilja sig frá hvorum öðrum og þess vegna erum við að sjá þessi mál, mannanöfn, alls konar svona frelsismál hjá Sjálfstæðisflokknum. Við eigum örugglega eftir að sjá eitthvað landbúnaðarmál frá Framsóknarflokknum og eitthvað loftslagsmál frá VG eða þjóðgarðurinn, miðhálendisþjóðgarðurinn og eitthvað slíkt. Þetta allt mál sem að þau vilja skilja eftir sig sem arfleifð og þetta allt mál sem að þau vilja nota til þess að aðskilja sig frá hinum flokkunum til þess að reyna að ná sér í fylgi í næstu kosningum. Og það þess vegna svona sér kannski eitthvað sem að sumir getur kallað jafnvel gæluverkefni sem eru það samt ekkert endilega. Þetta svona ákveðin spil sem verið að sýna á fyrir kosningar, fyrir þetta stendur við, svona erum við öðruvísi heldur en hinir og svo framvegis. Markmiðið ekki að ná þessum málum fram, heldur til þess að flytja þau í þinginu, mæla fyrir þeim, jafnvel að láta þau fella þau og segja að við verðum að koma sterkar inn í næstu ríkisstjórn til þess að við náum þessi gegn, eða hvert pointið? Nei, ég hugsa að, ég meina fyrir marga þá þetta líka bara núna í lokaspretturinn, það 1 ár eftir, ég lofaði nú að gera þetta og hitt á þessum 4 árum sem ég hef. Og ég hef bara ekki tíma lengur, þannig að eins og dómsmálaráðherra með eitthvað 30 mála dagskrá, sem náttúrulega óraunhæft að hún ná í gegn. En þetta allt svona tókenmál, vissulega, hún nær alveg einhverjum í gegn, ég hugsa að hún náði mannanöfnunum í gegn. En hún líka með áfengisfrumvarp og alls konar svona signaling eða flagg, eins og maður myndi kalla, til svona ákveðins hóps þarna. En mér svona sérstaklega ógeðfelld útgáfa af þessu birtast í útlendingaandúðinni sem farin að verða meira og meira áberandi hjá Sjálfstæðisflokknum. Nú að passa að þessi svona flóttamannavæna afstaða sem að VG talin hafa, eða var talin hafa þá kannski núna síðast í máli Ketilsfjölskyldunnar, að hún megi ekki einhvern veginn smitast yfir á Sjálfstæðisflokkinn. Þannig að þú sérð Ásmund Friðriksson vera að tala kostnað hælisleitenda, að vera upplýsa hluti sem eru almennt trúnaðarupplýsingar hversu margir að mæta á Leifsstöð að sækja hæli og einhvern veginn nota það til þess að tala gegn öðrum viðkvæmum hópum og Bjarni Benediktsson einhvern veginn að taka undir með honum. Þetta allt svona það sem ég myndi kalla signaling til fólks sem að Sjálfstæðisflokkurinn hræddur að missa til Miðflokksins. Þannig að það alls konar svona kosningakraum í gangi, en ég held að þetta aðalmálin, stærstu málin á þingi í alvörunni verði að þessi ríkisstjórn, hún að dýpka kreppuna, hún að lengja kreppuna, hún að gera hana verri og erfiðari fyrir viðkvæmustu hópana í samfélaginu með því að hækka ekki grunnatvinnuleysisbætur, með því að spýta ekki miklu meira í opinberar framkvæmdir og opinber störf, með því að moka ekki miklu meira inn í innviðin okkar, grunninnviðin okkar, heilbrigðiskerfið, velferðarkerfið og svo framvegis. Ég meina það líka fjárfesting sem það þarf að fara í. Og með því að fjárfesta ekki í þessum innviðum og með því að spýta ekki inn í hagkerfi, þá verið að lengja kreppuna, það verið að dýpka hana og það bara verður líklega komið í ljós eftir næstu kosningar. Spurningin bara hvenær þessar alvarlegu afleiðingar verða virkilega skýrar af þessari stefnu, vegna þess að þetta gamaldags frjálshyggju stefna sem löngu búið að afsanna virki og við höfum séð íhaldssömustu ríkisstjórnir hvað varðar fjármálins og opinbera að gefa margfalt í eins og til dæmis Þýskalands, hlutfallslega
með við Ísland. Þegar kemur að reyna að koma okkur út úr þessari svakalegu kreppu sem að fara að gerast. Og Meira að segja Boris Johnson í Bretlandi, Bretlandi, sko. Hvað segirðu? Meira að segja Boris Johnson í Bretlandi. Já, bara, þú veist, það sé það hver helvita maður, það gengur ekki ríkisvaldi halda sér höndum kreppum sem þessari. En svona, lýsti þinginu að ég að spyrja ykkur hvað er svona mikilvægastu málin og svo bendur á það að þarna munu koma bara heil súpa af málum sem eru raunverulega til þess að stuðla endurkjöri ráðherra og styrkja stöðu flokka. Þannig að getur það verið þannig að eins og líklega mörgum grunar að það séu þingmenn inni sem að líta kannski á þegar þeir að velta fyrir sig mikilvægi mála, það sé ekki endilega mál sem eru mikilvægast fyrir landsmenn, heldur þessu mikilvægustu málin til þess, mikilvægasta sem að ég get gert er að ná endurkjöri. Það er örugglega viðþrifið hjá sumum á þess að ég vilji tileinka það neinum nákvæmlega. En ég meina, ég held að flestir hugsi, er þetta líklegt til þess að skila einhverjum vinsældum eða ekki? En ég hefði líka haldið að hinn almenni þingmaður haldi að það sem að hann sé að berjast fyrir sé þjóðinni fyrir bestu. Svo höfum við bara mismunandi skoðanir af því nákvæmlega hvað það felur í sér. Þannig að mér er svolítið erfitt að svara þessu með já eða nei, sko. Nei. En sumt af þessu er náttúrulega bara einhver tókenmál sem að, þú veist, sýna bara svona, já, ég er svona frjálslyndis, ég er svona hinsegin. Þannig að það er svona til þess að sýna kannski í hvað skóla maður að heima. Helga Vala, hver eru stóru málin? Hver eru átakalínurnar í íslensku stjórnmálum? Stóru málin eru að fjölga störfum. Þar verður ríkisstjórnin að bregðast hratt við og sýna kjark, en það er alveg ljóst á viðbrögð ríkisstjórnarinnar að þar skortir hugmyndaflug, skortir kjark og skortir samstöðu. Hún er ekki til staðar hjá þeim. Þau geta ekki komið sér saman hvernig, eða bara hafa mögulega ekki hugmyndaflug í að fjölga hér störfum. Það er sko að stefna í fordæmalaust atvinnuleysi og það er komið nú þegar það mikið atvinnuleysi að við höfum aldrei séð annað eins og þau leyfa sér einhvern veginn að vera í einhverjum innbyrðis kýtum það hvort að það megi fjölga opinberum starfsmönnum eða ekki og tala niður opinbera starfsmenn, Sjálfstæðisflokkurinn. Og ég vek athygli á að ríkisstjórninni er stýrt af formanni Vinstri grænna og það kemur heldur ekkert þaðan. Ég skil alveg að þetta sé í andstöðu við stefnu Sjálfstæðisflokksins. En hvernig ætla þau að koma okkur út úr þessari kreppu ef þau fara ekki að skapa störf? Ég skil það ekki. Það þýðir ekki að ætla bara að skapa störf í einkageiranum eða bara í opinbera geiranum. En það þarf að koma með hugmyndir. Og við kynntum fyrir 2 vikum ábyrguleiðina sem er bara mjög heilsteypt plagg þar sem er fjöldi hugmynda það til dæmis hvernig á að skapa störf. Ef við byrjum á opinbera geiranum, þá er undirmönnun í heilbrigðiskerfinu til dæmis. Það hefur bara verið viðvarandi undirmönnun síðan að síðustu áratugi. Við setjum miklu minna fjármagn inn í heilbrigðiskerfið heldur en samanburðarlöndin. Við erum fyrir neðan meðaltal OECD-ríkja, en við erum samt ein af ríkustu þjóðum heims. Það er pólitísk ákvörðun að gera þetta svona, að hafa heilbrigðiskerfið allt undirmannað. Það er ekkert mál að fara í þetta núna og við eigum að gera það. Lögreglan hefur verið undirmönnuð, það eru færri lögreglumenn núna að störfum heldur var fyrir 10 árum. Það er mjög óeðlilegt af því að fólksfjölgun hefur verið mjög mikil, ferðamenn hafa verið mjög margir og verkefnin verða flóknar og flóknari. Þetta gera verkum að réttarkerfið okkar það veikist af því það er undirmannað. Heilbrigðiskerfið okkar veikist af því það er undirmannað. Skólakerfið okkar veikist líka. Þetta eru svona störf sem er hægt að fara bara markvisst í að búa til núna til þess að styðja við opinbera kerfið okkar út allt sem er einhvern veginn högtir á allt og mörgum stöðum. Varðandi einkageirann, að þá var farið í það verkefni eftir hrun að búa til vinnumarkaðsátak sem að felst í því að fyrirtæki fá stuðning í 6-12 mánuði til að ráða inn fólk af atvinnuleysisskrá.
Og við Er erum líka þetta ekki í gildi ennþá? Er þetta Nei, ekki til ennþá? Nei, þetta er ekki Rann til. þetta út? Þetta rann út, sko, þarna eftir Jóhannustjórnina og en þetta er eitthvað sem er mjög auðvelt að fara í af því að við erum nú þegar með tugi þúsunda á atvinnuleysisskrá sem eru þá að fá greiðslur frá okkur til þess að vera í atvinnuleit. Ef að fyrirtæki telur sig mögulega geta nýtt starfskrafta þessa fólks, þá munu allir græða, allir. Að segja bara, við ætlum að styðja við þetta fyrirtæki til þess að fjölga 1, 2, 3 starfsmenn. Við borgum þessar atvinnuleysisgreiðslur í 6 mánuði og 12 mánuði og þið borgið restina upp í grunnlaunin sem eru þú veist, þau laun sem á að borga fyrir þetta starf, samkvæmt kjarasamningum. Og við ætlum að styðja ykkur til þess að fjölga og koma hjólunum aftur af stað, hjólum atvinnulífsins. Hið opinbera færir skattfé, við komum fólki í virkni og það græða allir á þessu. Af því að langtíma atvinnuleysi auðvitað sko gríðarlega skaðlegt fyrir samfélag og öll samfélag. Í þriðja lagi þá hefur ríkisstjórnin og stjórnarflokkarnir ítrekað fellt hugmyndir Samfylkingarinnar sem við höfum lagt fram í ýmsum myndum að tryggja þeim sem eru á atvinnuleysisbótum mannsæmandi bætur. Það er að segja að tryggja að fólk falli ekki of fljótt út af tekjutengdu bótunum. Það þarf að hækka grunnatvinnuleysisbæturnar. Það þarf að lengja það tímabil þar sem þú getur verið á atvinnuleysisbótum af því að atvinnuleysi var jú aðeins farða að aukast áður en að COVID kom og svo framvegis og svo framvegis. Málið er að þetta högg sem við verðum fyrir núna að leggjast mjög misjafnlega á ólíka hópa. Það eru fjöldinn allur fólki sem finnur ekkert fyrir þessu. Það bara breyttist ekkert í vinnunni þeirra, þau bara mæta okkur degi og þurfa að sinna sínu og fá borgað og ekkert mál. Þetta breytist lífið þannig að við erum minna að hitta annað fólk og förum minna til útlanda og allt þetta og göngum með grímur. En þetta svona efnahagslega áfall ekki að hitta alla jafnt. Þess vegna þurfa stjórnvöld á þessum tíma að vera skapandi í þessari hugsun. Hvernig ætlum við að grípa þetta fólk? Þetta er tímabundið ástand vonandi og það verður að gera eitthvað núna. Þau hafa ekkert 12 mánuði fram í tíma til þess að velta fyrir sér hvort þau geti mögulega komist að samkomulagi eitthvað. Af því það bara, þessi tími ekki. Þau þurfa bara að gera þetta núna. Þetta finnst mér vera svona stóra málið. En við erum búin að leggja fram bæði þingmál varðandi hækkun atvinnuleysisbóta og þetta, en líka varðandi hækkun á lífeyrisgreiðslum og Logi Einarsson mælti fyrir því í síðustu viku og það skiptir bara mjög miklu máli líka af því að lífeyrisgreiðslurnar úr almannatryggingakerfinu þær hafa bara verið einhverju frosti og ekki fylgt neinni launaþróun eða neinu af því þau eru bara skilin eftir. Og líka frítekjumarki sem búið að vera það sama síðustu 10 árin. Það auðvitað gengur ekki upp, þannig að það er svona margt sem þarf að taka til í kerfinu og ef við setjum meira inn í þetta þá munum við öll uppskera. Það bara þannig. Þú nefndir þarna svona hörnun heilbrigðiskerfisins og menntakerfisins og af því að Rósa Björk var að segja að það hefði ekki borist þau tíðindi hingað til Íslands að nýfrjálshyggjan væri dauð, þá var það náttúrulega arfleifð nýfrjálshyggjunnar. Út af því að það verið að tala fráflæðisvanda hjá Landspítalanum og einhver svona hugmyndur að búa bara til í hvelli einhverjar sjúkradeildir til að taka á móti þessu einkareknar. Þá var ég að skoða hverja hefði verið legurými á Landspítalanum fyrir síðustu aldamót og fyrir rúmlega 20 árum síðan að þá voru eitthvað 1300–1400 legurými á Landspítalanum. Þau eru 585 núna. Það eru farin meira en 60% af legurýmunum sem voru dregin saman út af átt að vera aðhald og svona þessi hugmyndum að fólk ætti bara að fara heim strax eftir skurð og skera það upp. Þið kannast við þetta er bara ganga eins og færiband sem ein af hugmyndum nýfrjálshyggjunnar að flytja inn
svona hugmyndinar úr atvinnulífinu skilvirkni og nýtingu fjármuna inn í heilbrigðiskerfið og menntakerfið. Þannig að við erum með víða svona hluti, en ég sé ekki að séu viðbrögð þessu. Og annað sem mér finnst áberandi hjá ríkisstjórninni sem held ég hafi verið samþykkt hérna því leiðréttu bara síðastliðið vor, svokölluð samvinnuverkefni samgönguráðherra sem raunverulega að setja einkafjármögnun inn í vegakerfið sem svona skref í það að einkavæða vegakerfið. Þannig að þetta svona 2 dæmi þar sem að frjálshyggjan á fullu lífi og áhrif hennar bara halda áfram. Já, en samt í rauninni, ég ætla að fá að bregðast við þessu, af því að á sama tíma og þeim mjög mikið í mun að færa aðgerðir þriðja stigs heilbrigðisþjónustu út frá Landspítalanum og tala mjög mikið fyrir því að það eigi að gera það, skurðaðgerð og þess háttar, að þá finnst þeim algjörlega óhugsandi og það allt strand í því að taka þessi 100 öldrunarrými eða hjúkrunarrými sem eru tilbúin til þess að vera útskrifuð af Landspítalanum, að finnst þeim það einhvern veginn algjörlega bannað að færa það út. Nú sjáum við að það eru einkaaðilar sem segja við getum fjölgað hérna 100 til þess að losa út af Landspítalanum, til þess að Landspítalinn geti sinnt þessum heilbrigðisaðgerðum, þessi þriðja stigs þjónustu sem þau eiga að vera að gera. En þá það allt í einu orðið líka svona ásteytingarsteinn milli VG og Sjálfstæðisflokksins í ríkisstjórninni, þannig að í staðinn þá gerist ekki neitt og það bara alltaf þessi fráflæðisvandi og það bara gamalt fólk sem þarf að bíða mánuðum saman og allt upp í ár eftir sómasamlegu plássi þegar þau hanga á spítala í staðinn fyrir að fá að vera á hjúkrunarheimili þar sem allt svona heimilislegra og betri þjónusta. Má ég spyrja þig þetta, Rósa Björk, því þú nýkomin þarna innan úr. Þetta ekki dæmi það hvernig þessi 2 flokkar, og við skulum reyna að muna eftir Framsóknarflokknum á eftir, þar sem að Sjálfstæðisflokkurinn vill ekki endurreisa heilbrigðiskerfið eins og það var, það búið að skera svo niður í opinbera heilbrigðiskerfið, þannig hann segir nei við því. VG segir á móti nei við því að raunverulega auka við einkavæðinguna með því að leysa fráflæðivandann með því að fjölga einkareknum hjúkrunarheimilum. Þetta dæmi eitrið að hafa þessa 2 flokka þar sem allir hafa neitunarvald? Ég held að við munum eins og ég held að Helga Vala eða Þórhildur Sunna hafi verið að tala hérna áðan að það hversu ólíkir flokkar þetta eru, þetta árferði sem við erum að sigla inn í núna og erum í raun og veru komin inn í, að mun reyna ótrúlega mikið á að afhjúpa hversu ólíkir þessi flokkar eru og það munu verða til alls konar ágreiningarsteinar leiðirnar út úr þessu. Ég segi líka náttúrulega Helga Vala sem formaður velferðarnefndar Alþingis náttúrulega að gríðarlega vel inn í öllum þessum málum og glímir við þau á hverjum einasta fundi velferðarnefndar. En líkt og hún að segja þá náttúrulega að mínu mati hætt á því að núna við þetta ástand núna að það muni verða nýtt þessi ferð til þess að ýta aðgerðum í hinu opinbera kerfi inn í einkakerfið, kannski miklu meira og miklu ofors og hraða heldur en ella. Síðan út af svona almennt séð þá varðandi mönnunarvandann sem Helga Vala var að minnast inn á áðan, þá náttúrulega á þessu kjörtímabili síðustu 3 ár og það hafa verið raun og veru finnst mér vera þetta samningsleysi og launamál gagnvart kvennastéttum hefur verið algjör skandall í raun og veru að bíða með þau mál þangað til á bergbrúninni að semja við ljósmæður og hjúkrunarfræðinga náttúrulega eitthvað sem að við sem ríkt samfélag þessari stöðu sem við eigum ekki að láta líðast. Og það hefur líka þýtt flótta fólks úr stéttunum og flótta fólks úr kerfinu. Og síðan af því að það var þessi 2,5 tíma umræða valdheimildir vegna COVID í gær. Mér fannst svolítið sérstakt að sú umræða hún náði ekki að rata nógu mikið inn í fjölmiðla og ég var svolítið svona hissa á döpur yfir því í raun og veru vegna þess hversu mikilvæg umræðan En þar voru þingmenn sem sögðu staðhæfðu það að heilbrigðiskerfið okkar hefði fullkomlega verið í stakk búið til þess að glíma við fullkomlega.
og ég bara neita þessu vegna þess að það ekkert heilbrigðiskerfi í heiminum sem í stakk búið til þess að glíma við þann vanda sem við höfum verið að upplifa hérna á heimsvísu. En þar til að mynda þá gleymist kannski ofta að velta því upp og muna það að við hefðum aldrei náð að glíma við þennan COVID-vanda eins og við höfum gert nema með aðkomu einkafyrirtækis. Og það kannski sýnir líka í hvað stöðu heilbrigðiskerfið okkar á Íslandi og hefur verið. Aðkoma einkafyrirtækisins í því með sýnatökum og greiningum og við höfum getað staðið upp fram fyrir því að viðkomandi forstjóri einkafyrirtækis eins dóttur og hann að hann hefði bara ekki verið til í það að vera neitt aðstoða stjórnvöldum með þennan vanda. Hvar hefur við þá staðið? Hvar hefur þá verið? Síðan hefur kannski gleymst líka að í COVID-kreppunni hér í vor voru fjárframlög frá einstaklingum og einstaka fyrirtækjum til að kaupa öndunarvélar og lúnavélar og ég veit ekki hvað og hvað til þess að búa deildirnar tækjum sem að búið að kalla eftir í ár og áratugi. Og það getur ekki rímað við þau orð stjórnarþingmanna hér í umræðunni í gær það að íslenska heilbrigðiskerfið hafi verið fullkomlega tilbúið í þetta verkefni. Það er bara kolrangt. Ég efast ekki eina sekúndu það að Sjálfstæðisflokkurinn muni nýta þessa ferð núna sem COVID þessi leiðangur sem við erum í, þessi erfiði leiðangur sem við erum í, til þess að ýta kerfinu í meiri einkavæðingu. Hvar erum við þá þegar að næsti faraldur kemur eða þegar næsta álag verður á heilbrigðiskerfið? Þannig að mér finnst þetta góðar hugmyndir sem að Helga var að koma hérna með mönnunina inn í heilbrigðiskerfinu og hinn opinberu störf. Við þurfum að gefa í þar. Það er líka annað sem mig langar til að við ræðum, af því að í hruninu var mikil áhersla lögð að mennta fólk hruninu og aðsóknin í háskólana jókst og það var þar til fullt af háskólamenntuðu fólki. En á hinum endanum er ekki til nein störf. Þannig að atvinnuleysi í hópi háskólamenntaðs fólks hefur aukist gríðarlega og innan þess hóps undanfarin ár. Það hefur ekki verið til nein alvöru atvinnustefna hér á landi sem miðast við það að búa til góð gæðastörf. Það er líka það sem við erum að sjá ríkisstjórnir í kringum okkur vera að gera, er að þessi áhersla á góð störf, að búa til gæðastörf sem að mun síðan skila einhverju inn í samfélagið til framtíðar, þessi grænu umhverfisvænu störf sem byggja á því að nýta hér menntað fólk. En við höfum bara ekkert verið með nein alvöru atvinnustefnu hér síðustu árin og ég sakna þess. Við höfum náttúrulega verið með atvinnustefnu sem að snerist það að fjölga bara láglaunastörfum í ferðaiðnaði, það er stefna. Já, og ég meina, þar hefur fókusinn allir verið og enn á ný erum við alltaf að standa frammi fyrir einhverjum vanda sem að felst í því að við erum einhver vertíðar samfélag með öll eggin í sömu körfunni, svo þegar við hljótum eggin og þá bara stöndum við upp og við bara vitum ekki hvað við eigum að gera. Það er náttúrulega ekki alveg nógu gott og við þurfum einhvern veginn að nota þetta tækifæri sem COVID gefur okkur þó til að hugsa, hvernig ætlum við að hafa þetta eftir 10 ára, hvernig ætlum við að hafa þetta eftir 15 ára. Hvað hafa önnur Norðurlönd gert? Við hljótum að geta gert það líka. Ég vil koma aðeins inn í sambandi við heilbrigðismálin og ég segi bara Guð hjálp okkur vegna þess að í næstu árin í heilbrigðismálin vegna þess að það er komið í ljós að bæja til dæmis biðlegt þessari bæklunaraðgerðum hafa tvöfaldast, fara úr 450 komin nálgast 900 og fara nálgast 1000 og þessi 450 sem voru áður það var 2-3 ára bið og ég segi fyrir millitu ef við varum að tala um sjúkrahúsin og fækkun rúmar, við megum ekki gleyma því að það voru allt upp í 6 manns á stofu. Þegar ég fór í mín stóra aðgerð fyrir 30 ára síðan, þá lenti ég svona inn á stofu og ég mátti þakka fyrir að komast lifandi út. Vegna þess að maður var heila bara fyrir áras inni á stofunni. Þannig að þetta er kerfi sem er erfitt að eiga við og ég segi fyrir mitt leyti að í heilbrigðiskerfi í dag og við verðum líka að huga því að maður sér það umræðina bæði frá Þýskalandi og Frakklandi og fleiri stöðum að heilbrigðisfólk að sligast undan þessu COVID sem í dag og ég segi betur hvaða afleiðingar mun það hafa í framtíðinni og við verðum einhvern veginn að fá og virkja alla þessa hjúkrunarfræðinga sem vilja ekki starfa í heilbrigðiskerfinu vegna hvers launa, aðstöðu eða álags
Og þetta eitthvað sem við verðum að hugsa og ég segi að ef við gerum það ekki, þá erum við bara í hrikalega slæmum málum og ég vil líka tala það að mér finnst þessi ríkisstjórn vera einhvern veginn eitt að furðulegasta fyrirbæri sem ég bara séð lengi vegna til dæmis eins og bara skattalækkanir sem þeir tóku sér til og lækkuðu skattaprósentuna, það var 37 niður 35. En einhverju hluti að gera það með einhvern veginn fannst maður með vinstri hendur og svo kom hægri hendin og reif persónuafsláttinn líka niður. Ég meina, til hvers voru þið að lækka skattaprósentuna að taka líka persónuafslátt? Síðan af hverju settu við bara skattahækkun á mið frá 37 en ekki hæsta. Og af hverju þarf maður sem með 2-3 milljónir í laun að fá persónuafslátt? Af hverju getum við ekki aðeins hrókerað í þessu og reynda að gera þetta svolítið mannlegt þannig að og þá með því gætum við líka komið það sem var stefnt að útrýma fátækt. En það bara virðist vera að dusta ríkja á því bara rétt fyrir kosningar og síðan gleymist það alltaf. Ég ætla aðeins að fá að staldra við heilbrigðiskerfið því að þótt að Guðmundur þú setja að skjóta einu bæði fátækt og skattamálum og eitthvað fyrir. Þórhildur, ef ég má spyrja þig, Þórhildur svona. Eigum við ekki að horfast í augu við að COVID afhjúpar í hversu slæmu ástandi heilbrigðiskerfið okkar var. Ég tók dæmi legupláss á Landspítalanum. Það eru bara 29, það er ekki fleiri inn á Landspítalanum út af COVID og það er að sliga Landspítalann. Hann er í stórkostlegum vanda og menn eru að leita lausna við að laga það, hann er að setja útskrifa fleiri til þess að mæta þessu og 29 er ekki mikið. Það er ekkert stórt áfall. Það þarf ekkert heimsfaraldur til þess að fá 29 sem þurfa að leggja til á Landspítalanum. Það getur bara verið vont slys. Þannig að það er eins og eftir nýfrjótsaáhrifin þá erum við komið með Landspítalann algjörlega niður á horrimina. Þannig hann getur bara lifað í allra besta árferði og veitt þjónustu. En leið og eitthvað áfall kemur sem hann á að vera tilbúin að taka við því að þess vegna erum við með öryggisnet og heilbrigðiskerfi og velferðarkerfi til þess að taka við þegar illa árar. Þá er hann bara ekki tilbúin. Ef við ekki bara horfast í augu að við bara fórum frekar illa með grunnkerfin okkar og við verðum bara að laga þau án tillits til COVID. Jú, þetta er bara það sem við höfum kallað innviðaskuld sem er bara orðið mjög há. Og hún er alveg sérstaklega há og sérstaklega alvarleg í heilbrigðiskerfinu og það er í raun og veru bara hneyksli. Hvernig er búið að koma fram við heilbrigðisstarfsfólk og hvernig er búið að vanfjármagna heilbrigðiskerfið ár eftir ár og hvernig er búið að setja einhvern veginn þá kröfu á Landspítalann að það sé einhvers konar sjálfbær rekstur og þar sé einhvers konar aðhaldskrafa. Ég meina, þetta er bara grunnþjónusta sem er verið að veita sem bara við sem samfélag stöndum fyrir að eigi að veita vel. Við erum búin að spyrja núna, Píratar hafa staðið fyrir skoðanakönnun í 3 eða 4 ár, man ég ekki nákvæmlega, í röð til þess að kanna það sem við kallum forgangsröðun fjármuna eða í hvað almenningur telur mikilvægast að eyða okkar sameiginlegu samneyslu í. Og heilbrigðismálin hafa alltaf verið langsamlega hæst á forgangslistanum. Alltaf. Og ég meina, gleymum ekki endurreisn heilbrigðiskerfisins ákallsins fyrir bara nokkrum árum sem var algjörlega hunsað. Að setja miklu meiri peningina í heilbrigðiskerfi heldur en við höfum gert. Ég bara tek fullkomlega undir með Rósu Björk að við vorum ekki tilbúin fyrir þennan faraldur. Að það sé hneisa að þurfum við að safna fyrir frjálsum framlögum, fyrir mikilvægum lækningatækjum og við þurfum að fá það að gjöf að ríkið sjá ekki bara sóma sinn í því að hafa fungerandi heilbrigðiskerfi sem við vitum bara að skiptir borgara þessa land, skiptir samfélagi langmestu máli. Og það er bara ótrúlegt að það sé ekki forgangsraða betur heldur en þetta. Ég meina, það er búið að vera lægri fjárframlög í Landspítalann til dæmis heldur en hann hefur talið sig þurfa öll þau ár sem ég hef setið á þingi nema einu sinni og það var þegar að það var engin meirihluti þegar að fjárlögin voru samþykkt og okkur tókst að svona skikka til að það væri nægur peningur fyrir Landspítalann til að reka sig það árið. Og það er eina skipti sem ég hef séð að óskum Landspítalans nauðsynleg fjárframlög hafi verið mætt. Og það er einmitt út af þessari fáránlegu hugmyndafræði að Landspítalinn einhvern veginn að vera svo hagkvæmur í rekstri, það er bara svo mikið skilvirkni, allir eigi bara að hlaupa hraðar, það eigi bara að vera fleiri vaktir.
það gengur náttúrulega ekki að níðast á fólki bara allan daginn, út og inn, að sko koma ógeðslega fram við ljósmæður og hjúkrunarfræðinga eins og Bjarni Benediktsson hefur gert, að senda þær í gerðardóm síendurtekið með sína sanngjarnu og eðlilegu kröfur. Allt þetta er liður í því einhvern veginn að sko mylja undan þessu mikilvægasta kerfi sem við eigum. En það er ekki bara heilbrigðiskerfi sem er undir. Við erum líka að tala um velferðarkerfi, það er líka risavaxin innviðaskuld þar. Það er líka vond starfskjör, illa komið fram við starfsfólk þar, mikil starfsmannavelta og við gætum alveg haft það bara miklu, miklu betra. Þannig að þetta er einhver arfleið nýfrjálshyggjunnar það að eiga gott samfélag þar sem að við hugsum vel um alla og þar sem að fólk getur bara átt von á því að fá grunnþjónustu frá samfélaginu sínu, sama hvort það er statt. Það er bara ekki hluti af hugmyndafræði Sjálfstæðisflokksins og það er þess vegna sem er búið að grafa undan þessu í svona langan tíma, því að þau eru bara ennþá föst í einhverju survival of the fittest Herbert Spencer kjaftæði og komast bara ekki það. En það er kannski bara því að þau hafa aldrei þurft að vinna fyrir neinu. Og mögulega þess vegna eru þau föst í þessu ótrúlega skrýtna hugarfari. Þau fæddust bara best og allir hinir eru bara einhverjir aumingjar og þeir eiga bara ekki að fá neina hjálp. Því að þeir eiga bara að bjarga sér sjálfur. Þetta er einhvern veginn mjög svona brenglaðir hugsunháttur sem á ekki heima í ríkisstjórn. Það er alveg hreinu. Rósa, varst þú að biðja orðið? Nei, ég var bara, mér langaði að koma inn í þetta sem að Þórhildur Sunna er að tala um, sko. Okkur finnst svo gaman að hlusta á því tala illa um Sjálfstæðisflokkinn. En sko, nei, bara, mér finnst líka bara, og ég held að það getur nú flestir tekið undir það, sko. Mér finnst það náttúrulega líka svo dapurlegt að sjá þegar stærsti stjórnmálaflokkur landsins hefur ekki endurnýjað neina hugmyndafræði og er ekki að koma með nýjar lausnir varðandi efnahagslífið, eða fjármálin, eða fyrirtækin, eða atvinnulífið. Það er ekkert nýtt að koma frá þessum flokki þegar kemur að skapandi lausnum varðandi atvinnulíf. Það er bara að tala um vín í búðir og mannafnanefnd og einhver svona mál sem búið er að tala um sí og æ og endurtekið. Og þjóðaratkvæðagreiðslu um flugvöllinn. Já, akkurat, þjóðaratkvæðagreiðslu flugvöllinn sem einhver svona frelsismál. En þetta, sko, þetta er ekki einu sinni bara kómískt, sko, og hallærislegt. Þetta er hreinlega dapurlegt að flokkur sem hefur verið við völd til 70 ára lýðveldistímanum skuli ekki vera að endurnýja sína hugmyndafræði og hvað þá þegar kemur að atvinnulífinu sem að það þá leitar til eftir stund. En Sjálfstæðisflokkur þarf ekki að endurnýja sig vegna þess að kerfið sem við lifum inn í er kerfið hans. Þannig að efnahagsaðgerðir ríkisstjórnarinnar voru til þess að bjarga eigið fé fjármagnseigenda og allra stærstu eigendur, allra stærstu fyrirtækina. Öll tannhjólin virka fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Af hverju hann þarf ekki að segja neitt. Þetta bara virka vel, hugsar hann. Kannski getur við lagað aðeins þessu með mannanafnanefnd, við getum kannski aðeins velt þessu fyrir með flugvöllinn, en annars er þetta bara going my way, eins og sagt er. En sko, málið er það að sko seðlabankar í heiminum og til að mynda forstjóri Alþjóðabankans hafa verið að vara sterklega við því að fólk hverfi nú í fátækt og sárafátækt í kjölfarið á COVID. Og við erum ekki því miður, og ég vona sannarlega til þess að við sjáum koma einhverju aðgerðir til þess að mæta þessu, en við erum ekki og höfum ekki verið að sjá neinar konkrétar aðgerðir til þess að sporna við fátæktarhættunni sem er svo akút vegna COVID og ég meina forstjóri Alþjóðabankans var að vara við því að 100 til 150 milljónir manna heim allan getur farið úr því að fara úr fátækt í sárafátækt. Þetta er sko ein tala. Síðan er það sko þeir sem eru að fara úr millistétt í fátækt og svo framvegis. En þetta er bara raunveruleg hætta. Hér hafa verið skýrslugefnar út fjölda barna sem að lifa við fátækt á sínum heimilum og eins og Guðmundur Ingi þekki vel og þið hin hér. En raunveruleg hættan er svo að það muni falla fleiri í fátæktargildruna hér á næstu mánuðum og árum. En Sjálfstæðisflokkurinn trúi því ekki. Sjálfstæðisflokkurinn trúi því ekki, Sunna bendi á Spencer. Sjálfstæðisflokkurinn trúir því að fátækt sé ekki félagslegt vandamál, heldur sé það persónulegt vandamál hérna fátækt.
En sko fjármálaráðherra sem að afsala 21 milljarði úr ríkissjóði verður að rökstyðja þá aðgerð nánar þegar verið að afsala 21 milljarð úr ríkissjóði í skattaafslátt fyrir þá sem að hafa mest á milli handanna. Þetta ekki boðlegt við þessar aðstæður sem við erum í og erum að sigla í. Þannig að ég held að þetta raunveruleg hætta og við munum sjá afleiðingar af þessu næstu ári. Ég vona sannarlega að það verði einhverjar aðgerðir til þess að mæta þessari og þetta raunveruleg hætta. Svo skildi líka ríkisstjórnin eftir þá sem hefur verið búsetuskerðingunum, öryrkja og annað. Það ekki búið að leiðrétta nema 1/3 af þeim öryrkjum sem átt að leiðrétta í búsetuskerðingunum og plús að þeir settu lög þar sem gera það 90% af lágmarksframfærslu almannatrygginga og krónu móti krónu aftur. Ég meina, hverslags fjárhagsleg ofbeldi það vegna þess að við vorum að reyna að taka krónu móti krónu burtu. Maður skilur ekki svona lagasmíði og það skulle bara geta farið í gegn. Ég meina þau fást ekki einu sinni til þess að verja og styrkja grundvalla mannréttindi fatlaðs fólks, en svo sést bara að það sé ekki á þingmannaskrá ríkisstjórnarinnar að lögfesta samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Sem að þó var samþykkt af Alþingi að gera. Og það þetta alveg eins og með til dæmis þegar Alþingi samþykkir lög við breytinga á lögum samþykki frumvarp til breytinga á lögum sjúkratryggingar til þess að koma sálfræði þjónustunni inn í sjúkratryggingar. Af því að ef við tölum til dæmis nýgengi örorku, það eru flestir þeir sem eru nýir inn í þeim hópi, eru þeir sem eru að glíma við geðrænar áskoranir. Og hvað gerist innan við sólarhring eftir að Alþingi kemur sér saman að sálfræðiþjónusta eigi líka að vera hluti af þessu opinbera heilbrigðiskerfi sem við tökum saman þátt í, flest, í að borga, að þá kemur fjármálaráðherra ríkisstjórnarinnar, ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur og segir bara, Svandís verður þá bara að finna peninginn fyrir þessu. Ég ætla ekki að láta neitt pening í þetta. Þannig að þegar talað hver ræður í þessari ríkisstjórn, þegar hann hegðar sér með þessum hætti, hann ber enga virðingu fyrir samþykktum lögum frá Alþingi, hann ber enga virðingu fyrir því hvað löggjöfin ákveður. Þetta var mikill meirihluti Alþingis sem að studdi þetta. Hann sjálf... Greiddi hann ekki sjálf atkvæði með þessu? Nákvæmlega. Nei, ég meina, hvað að frétta? Það svona sem að þeir fara með þetta vald sitt og ríkisstjórnin stendur öll á bak við það. Þau styðja það sem að hann að leggja til. Og þarna er enginn þarna sem að mótmælir þessari stefnu Sjálfstæðisflokksins. En mér langar að fara aðeins inn í þetta með heilbrigðiskerfið af því að heilbrigðiskerfið eru þetta meira en bara Landspítalinn og við í velferðarnefnd höfum auðvitað verið að fara mjög ítarlega yfir þetta og þau standa núna og fullyrða að það sé verið að setja svo ofboðslega mikla pening og það hafi aukist svo mikið í tíð þessari ríkisstjórnar framlagi til heilbrigðiskerfisins. Þá verðum við að rýna í tölurnar af því að þá kemur í ljós að það er aðhaldskrafa á sjúkrastofnunum út allt land eins og venjulega. Alls staðar á landsbyggðinni þá loka heilbrigðisstofnanirnar og hætta við aðgerðir og senda þær bara til höfuðborgarsvæðisins á Landspítalann sem að getur ekki sagt nei, heldur myndast bara biðlistar og biðlistar og þegar þeir eru orðnir ákveðið langir þá hætta þau að taka inn nýtt fólk á biðlista. Þannig að þú býður fyrst í nokkra mánuði eftir að geta komist inn á biðlista og svo býður þú í 6 mánuði eftir að þú ert komin inn á biðlistan. Þannig að þetta er staðan þarna og en það fá allir aðhaldskröfu á þessum COVID-tímum þar sem að kostnaðurinn hefur farið fram úr öllu en ríkisstjórnin segir við erum að setja miklu meira í heilbrigðiskerfið en óvart þá er langsamlegu stærstu hluti þessarar aukningar í heilbrigðiskerfinu er vegna byggingar nýs Landspítala. Þetta eru húsnæðisbyggingar, það er Landspítali, það er Grensás og það er sjúkrahúsið á Akureyri sem er að taka þessa peninga í byggingar. Þetta er ekki að fara í reksturinn. Þetta eru blekkingar sem eiga sér stað í ræðustól Alþingis og þetta er fullkomlega óþolandi. Og ég ætla að ræða þetta daginn auðvitað þegar við vorum að ræða fjármálaáætlun en þá því miður var heilbrigðisráðherra fjarverandi og sá sem var þarna til svara fyrir hann vissi auðvitað ekkert þetta. Þetta var ekki hans málasvið þannig að það svona fór lítið fyrir svörum. En það þarf að benda á að það má ekki stunda svona blekkingar að það sé verið að setja umtalsvert fjármagn inn í heilbrigðiskerfið
þegar að það ekki kerfið sjálft og reksturinn sem að fá þessa fjármuni. Svo okkur líka að fjölga og við erum að eldast og það orðið meiri þörf á heilbrigðisþjónustu eftir því sem eldust. Þannig að þegar maður sér tölurnar þá sér maður á færi að þetta bara blekking. Já, ég meina við vorum í 7,2% af vergri landsframleiðslu hérna í fyrra og við erum að stefna að 8%. Ég meina þegar Kári Stefánsson stóð fyrir undirskriftasöfnuninni hérna fyrir nokkrum árum sem að tugir þúsunda Íslendingar skrifuðu undir, þá vorum við að kalla eftir að við settum 11% eins og tíðkast. Er það 8% á næsta ári eða? Já, en það notabene með byggingunni sko. Við erum að tala og líka vegna þess að landsframleiðslan er að minnka sko, þannig að þá stækkar náttúrulega kakan. Það getur verið. Þið fannir svo mikið Sjálfstæðisflokkinn og ég ætla að reyna að ná svona einhverjum átakalínum, auðvitað átakalínu þarna. Það er Sjálfstæðisflokkurinn er hinum megin við Gjanna og þið skilgreinið ykkur öll hérna megin við Gjanna. Samfylkingin hefur lýst því yfir, eða Logi hefur lýst því yfir, að Samfylkingin ætli ekki í ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum. Píratar hafa gert það árum saman. Ég heyrði nú Ingu svara þessu Guðmundur. Hún gaf svona ekkert mikið fyrir þetta. Rósa er að koma særð eftir samvistir við Sjálfstæðisflokkinn. Ég býst ekki við að hana langi þangað aftur inn. Þá mig langar að spyrja ykkur sko, hverjir eru hinum megin? Hverjir sjáu þið að myndu kjósa að vinna með Sjálfstæðisflokkinn? Það er Miðflokkurinn, Viðreisn, hverju fleiri? Framsókn, VG. Ég held að eins og núna, heldur að VG muni vilja gera það eftir, heldur að þessi draumur þessar ríkisstjórnar að halda þessar ríkisstjórn áfram og kippa hverjum inn, Viðreisn eða Miðflokknum eftir því hvað verkast vill? Þetta er besti sjálfstæðismaður sem að Katrín Jakobsdóttir hefur haft, formað Sjálfstæðisflokksins. Þetta var alltaf planið. Það var alltaf planið að fara í samstarf við Sjálfstæðisflokkinn. Það var aldrei planið að fara í samstarf við okkur á Frjálslynda-vængum. En þessi flokkar munu ekki ná meirihluta. Það er svo ólíklegt. Við skulum bara vona ekki. Nei. Og hvað mun þá gerast? Mun þetta verða eins og Samfylkingin hefur svolítið leikið í borginni. Samfylkingin hefur verið með meirihluta sem hefur fallið 2 kosningar í röð og svo er bara teknið inn nýir. Fyrst voru teknir inn Píratar og svo var þetta ekki Viðreisn og það bara bætist alltaf við og fleiri og fleiri flokknum. Erum við kannski að horfa á að þessi ríkisstjórn verði áfram með nýjum hjálpartækjum til 2036? En það þurfti ekkert Píratar til að halda meirihlutanum fyrst, sko. Nei. Þeir bara fengu að vera með af því að við erum svo skemmtilegi í partíinu, sko. Já, en ég að spyrja hvort að þið sjáu þessi möguleiki á því að þetta haldi svona áfram. Er þolinn í Framsókn og VG til þess? Kannski spyr ég bara Rósu að því. Heldur þessi þolinn í VG að Miðflokkurinn komi næst inn eða Viðreisn bætist við þessi 4. flokkur? Ég veit það nú ekki. Það er ýmislegt gerst með VG sem maður hefði ekki trúið að myndi gerast. Þannig að það er kannski sterkt að svara því. En þetta er náttúrulega svolítið skrítin staða, sko, af því að þetta sérkennilega stjórnarsamstarf og það virðist allavega vera minni átök heldur en vera í ríkisstjórnarflokkunum 2 2013 sem áttu nú kannski meiri samlega mörgu leyti. Það hrikti nú alltaf reglulega hressilega í stofunum í þeirri ríkisstjórn en það virðist vera mikill samtakamáttur innan þessara ríkisstjórnarflokka núna en það margt sem að sameinar þá flokka líka. Hvaða flokkur... Bitu Rósa, eins og hvað sameinar Sjálfstæðisflokkinn og VG? Ég meina andstæðan við ESB sameinar þessa 3 flokka til að mynda. Það er mikill landsbyggðarvinkill líka í þessum 3 flokkum. Sækir sitt fylgi til landsbyggðarinnar. Það má kannski segja að VG hafi landsbyggðar og íhalds- og afturhaldsarmur VG hafi sigrað með þessu stjórnarsamstarfi. Við sáum ekki VG ríða feitum hesti hér í sveitarstjórnarkosningum á höfuðborg í Reykjavík síðustu. Hryllilegt afróð, 4,%. Já, það hefur lítið verið kannski skrifað eða ekki athygli á því. En það var áfall. Síðan, sko, þegar maður velti fyrir sig hvaða flokkar myndu að vera tilbúin til að koma inn og styðja, það
það er raun og veru kannski frekar val þeirra sem stýra núverandi ríkisstjórn, hvort þeir ætla að halla sér á þessa tveggja flokka sem hér hafa verið nefndir. Hvort það eigi að halla sér til Miðflokks eða Viðreisnar, ef að það er það sem kemur upp úr kössunum. En síðan getur líka orðið til hér frá miðju til vinstri frjálslynd félagshyggju ríkisstjórn, ef það gerist í næstu kosningum, ef það er ári kosninga, það getur ýmislegt gerst á einu ári. Eins og við höfum séð, ég meina að Sigmundur Davíð stofnaði flokk á 6 vikum og náði 14%, en það var ekki allir sem sá það fyrir. Það er alls konar sem getur gerst á einu ári. Róle með 14%. 10. Það var 12. 10. 10,9 held ég. Hann náði samt fór yfir Albert Guðmundsson að í afreksflokknum að stofna flokk og komast á þinga, þá er Sigmundur Davíð í fyrsta sæti, Albert í öðru. Já, Jóhanna í þriðja. Það er ennþá, þú veist, og eins og held ég Þórhildur Sunna var að tala að minna næst þessi kosningavetur, hann verða náttúrulega núna í því að fólk er að registrera sig og merkja sig og reyna svolítið að klippa þetta slef sem er slitnað allar milli, þannig að það er náttúrulega bara svolítið svona klassískt dæmi á kosningavetri, en leið verður þetta svolítið sérkennilegur kosningavetur vegna stöðuna sem eru hrunfjárlög, heimsfaraldur. Þannig að það verður þetta verður erfiður vetur og fyrir utan atvinnuleysi sem er að rjúka upp og við viðkvæma stöðu í samfélaginu. Þannig að það er líka verður mikil áskorun fyrir stjórnmálin. Ég held líka að þeir flokkar sem eru mótvægir við núverandi ríkisstjórnarflokka, þeir verður náttúrulega líka að sýna það að þeir séu tilbúnir til þess að taka við stjórnartaumunum og gera það af ábyrgð og framsýni og framsýni. Og þá er það þannig Samfylkinguna og Pírata. Frjálslyndi ætla ég nú að segja, ekki frjálshyggju. Ertu þá að tala Samfylkinguna og Pírata eða telurðu Viðreisn með í þessu? Viðreisn er alltaf svolítið að formaðurinn byrjar alltaf að hæla Bjarna Ben áður en hún hefur mál sitt. Mér finnst hún alltaf vera svolítið að vinka í þá átt og Viðreisn er náttúrulega bara brotur Sjálfstæðisflokknum og heitir mér þess að er nefndur eftir einhverju svona hugmyndum the golden days of Sjálfstæðisflokkurinn. Ég sér það, ertu að tala Samfylkinguna og Viðreisn, nei, Samfylkinguna og Pírata eða með Viðreisn? Mér sýnist að samstarfið hér í borginni gangi vel. Mér sýnist vera góðir hlutir vera gerðir hér í samstarfi flokkana í meirihlutanum í borginni. Mér finnst ekki að því þó að séu hér 5 flokkar eða hvað það er í það gengur ágætlega í borginni og af hverju ætti það ekki líka ganga ágætlega það samstarf síðan yfirfært yfir á landsmálin. Ég sé því ekki mikið til fyrirstöðu. Jæja, Sunna og Helga, hvað segir þetta að það verði að þið þurfið að stilla upp næstu eins og blokk fyrir næstu? Já, mér líst ekkert illa á það. Mér hefur alltaf hugnast ágætlega svona kosningabandalag, en svo fór það svolítið illa síðast þegar þetta var reynt. Það var eitthvað hálfklúðuslegt, þannig ég svona er aðeins farin að röklast tilbaka með það, en ég held að það sé alveg rétt sem Rósa segir að það þarf að sýna skýran valkost. Og mér hefur fundist samstarfið á ganginum þar sem að við erum hlið við hlið, Flokkur fólksins, Viðreisn, Píratar og Samfylking. Þetta samstarf hefur bara gengið mjög vel á þessu kjörtímabili og og inn í nefndum við komum oft saman, eins og í velferðarnefnd þá erum við mjög oft saman á nefndarálitum og tölum einum rómi. Við gerum þetta líka tíma í umhverfis- og samgöngunefnd, bara nefni ég þær nefndir sem ég hef verið í og það hefur bara gengið vel. Þetta eru ólíkir flokkar að einhverju leyti en við erum samt ansi líka mörgu leyti og þá sérstaklega þegar kemur að svona þessum grundvallarmálum. Það að Þorgerður sé að
hrósa Bjarna þegar hún byrjar ræðu, þá gerur hún þetta reyndar mjög mikið við Katrínu líka, þannig að ég held hún sé bara svona með þennan stíl að byrja alltaf á því að strjúka fólki áður en hún slær það utanundir. Það var nú ekki beint svona kærleikarnir á milli þeirra í dag til dæmis, þau voru að tala um stjórnarskrána á Twitter og það var nú ekkert svona, einn sem að ég þekki sagði, þetta rifjaði upp hvað ég mikið skilnaðabarn að horfa á þeim, ég líður bara eins og ég skilnaðabarnið á milli þeirra tveggja sko. Þetta var eitthvað vandræðalegt og persónulegt og óþægilegt að það var allir komin í einhverja svona meðvirkni þarna inn á Twitter sko, í þessu samtali, þannig að ég veit ekki. Sunna, hvað segir þú? Blokk fyrir kosningar eða ekki? Já, að talaði þetta kosningabandalag sem Píratar einhvern veginn að standa fyrir svolítið síðan og ég alveg sammála að það klúðraðist og það var bara ákveðin framhleypni held ég og svona mögulega bara langt frá því að vel að nú upplifði ég þetta og ég man að það var ekki mikill aðdragandi að þessari ákvörðun og það var ekki mikið samráð haft hvernig var staðið að henni og svona, þetta var svolítið svona stökk hjá sérstaklega einni mannesku sem ákvaði að þetta ætti að vera svona og ég held að það sé miklu Birgitta Jónsdóttir, svona ekki hafa henni eins og Voldemort, við svona nefna nafnið hennar, Birgitta. Já, ég meina, ég segi bara, þetta var ákveðið með mjög stuttum fyrirvara og þetta var kannski ekki alveg úthugsað. Það er náttúrulega miklu betra að tala við fólk fyrirfram í staðinn fyrir að stilla því upp við vegg og það er ekkert endilega líklegt til árangurs að stilla fólki upp við vegg og segja my way or the highway og halda að þú fáir eitthvað gott út af því. Þannig að það voru mistökin, en ég held að liggi mikil ábyrgð hjá okkur að koma hreint fram fyrir kosningar og segja við erum tilbúin að vinna með þessum flokkum og við erum tilbúin að vinna þessum málum. Mér finnst það mjög mikilvægt. Þá þurfa líka allir að vera til í það. Og það þurfa allir að vera samstíga í því. Þannig að mér finnst að við eigum að gera það. En við eigum bara eftir að sjá hvort það takist. Ok. Guðmundur, ég vísvitandi þá geymdi ég þið þangað til síðast vegna þess að þegar það var að tala um svona blokkir þá veit enginn hvar þið eru. Hvað í veröldinu eru þið? Eigið þið heima í þessu partíi eða hvað? Sko, ég bara að segja svo þegar ég fór inn í þessa pólitíka, og komst inn á þing, þá var nú eins og við vitum hvernig það fór með 2 úr okkar flokki. Og það setur þá spurningamerki við mig að maður veit aldrei neitt í þessari pólitík. Maður getur ekkert áætlað það er alltaf eitthvað að koma upp og einhvern veginn finnst maður einhvers staðar að vera alltaf einhverjir nývar lofti sem hættir að reka baki á einhverjum en sem betur fer verð ég bara að segja svo að það samstarfi sem Helga var að tala um áðan á milli okkar hérna hér á ganginum og sem hefur gengið virkilega vel. Og ég skal viðurkenna það að Miðflokkurinn er algjörlega út úr frá okkar sjónarhorni en eins og ég segi og fór í þessu pólitík og vildi komast í þessu pólitík var í einum tilgangi. Það var til þess að sjá til þess að við værum eina af þeim þjóðum í heiminum sem myndi útrýma fátækt. Og ef aðrir flokkar er tilbúin að ganga inn í það að fara út í þá sama að sjá til sóma þess á Íslandi að við bara erum ekki með neina fátækt sem á ekki að vera neitt vandamál. Þá er ég alveg til í að vinna með þeim, algjörlega. Ok, herðu, við sjáum til, tíminn flýgur. Ég þakka ykkur kærlega fyrir að gefa svona mynd af stöðinu á þinginu, spá aðeins fyrir hvernig þessi vetur verður og endanum að þá vorum við farin að velta fyrir okkur næstu kosningum. Þetta verður spennandi vetur. Ég þakka ykkur kærlega fyrir að koma hingað, Guðmundur, Helga Vala, Sunna og Rósa Björk. Hlustendur þakka þér fyrir að hlusta á okkur. Hvet ykkur til þess að stilla aftur hingað inn á samstöðuna á morgun klukkan 8. Þá verður annað fólk hér að ræða svipað mál. Það er á tíma sem við erum að lífa. Takk fyrir í kvöld.